Góðan dag öllsömul og verið velkomin á þessa kynningu okkar Hafrannsóknastofnunar á ástandi fiskistofna og aflahorfur fyrir komandi fiskveiðiár. Ég vil benda á að áður en lengur haldið að þessi fundur tekin upp og verður hægt að ná í hann síðar. Það er ánægjulegt að sjá bæði marga hér í sal og eins hvað margir eru á streymi. Það er okkar vilji að við komum skilaboðunum og upplýsingunum til allrar þjóðarinnar í raun á sama tíma. En eins og við öll vitum þá er eitt af mikilvægustu hlutverkum Hafrannsóknastofnunar að veita stjórnvöldum ráðgjöf varðandi nýtingu auðlinda í sjó og ferskvatni á grundvelli sjálfbærni og nýtingarstefnu stjórnvalda. Veiðiráðgjöf okkar byggir á alþjóðasamningum sjálfbærni og nýtingu náttúruauðlinda og einnig fjallað stofnmat og ráðgjöf flestra okkar helstu nytjastofna hjá Alþjóðahafrannsóknaráðinu eða ICES sem staðsett í Kaupmannahöfn. Sú varúðarnálgun sem ráðið notar við ráðgjöf og markmiðum hámarksafrakstur er einnig notað af Hafrannsóknastofnun og það er okkar leiðarljós hvort heldur sem við erum með stofnana í mati þar eða við erum að gera bara mat hjá okkur og það eru minni stofnar. Alþjóðahafrannsóknaráðið mun í dag líkt og við birta sína ráðgjöf og það verður klukkan 10 en við eins og þið kannski munið þá breyttum við aðeins takt fyrir ári síðan þannig að við notum tækifærið á þessum ráðgjafadegi að kynna stutt erindi mál sem tengjast ráðgjöfinni. Þannig að dagskráin í dag verður þannig að við fáum stutta kynningu frá Pamelu Fyrst Woods nýjar aflareglur í ýsu og ufsa. Svo fáum við fyrirlestur frá Guðjóni Sigurðssyni meðafla, skýrsla sem er detta inn í dag, ekki satt. Og þar á eftir verður stutt yfirlit yfir ástand annarra þorskstofna í Atlantshafinu. Þannig við sjáum svona myndina hvar við stöndum í samanburði við aðra þorskstofna hér í þessu stóra hafi. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra og bið Pamelu að koma og fara aðeins yfir aflareglurnar nýju í ýsu og ufsa. Aðeins bara benda ykkur á að það voru tæknilegir örðugleikar hérna þannig að við erum að séra þessu eða deila þessu bara beint á Teams þannig að það er svolítið púst kannski að komast inn í glærurnar. All right, thank you for joining today. This talk will be in English, but of course feel free to ask any questions you have in Icelandic. That's no problem. Today I'm going to tell you about the revision of the harvest control rules for haddock and saithe that took place at the beginning of this year. You can see under Takendir that this group of people that sees over the revision of the harvest control rule is both within Hafró in-house as well as scientists that have been reviewing our work from ICES. So I start pretty broadly. What is the goal of harvest control rules? They generally help management fulfill fisheries policy, maintain high sustainable yield for current fishing, and avoid losses to fishing opportunities for future generations. In Iceland, they are written within the management plans of several species, including cod, haddock, saithe, as well as herring, capelin, ling, tusk, plaice, and Atlantic wolffish. Advice for other Icelandic stocks use what we call advice rules, which are not exactly the same thing. These are not part of a management plan. But for all of these kinds of rules, the International Council for the Exploration of the Seas, ICES, provides guidelines, frameworks, and regular reviews of the advice and harvest control rules applied to national or international fisheries. These rules have been designed to follow ICES' MSY approach and to be precautionary. Harvest controllers are established by the government and the Icelandic government and are under its authority. So they are useful because they increase predictability in quota setting. They also reduce riskiness in the decision-making process.
And harvest control rules improve the access to international markets through certifications such as Iceland Responsible Fisheries and Marine Stewardship Council certifications. Advice rules are not quite the same. They do not have a formal legal status like harvest control rules. And the government can decide on a different quota than the one recommended by Havro. So the HCR revision process begins with a request to ICES from the government, and the request is designed also with a re-evaluation committee. These rules that come into the request, we receive the requests that have several rules in them, and those are also designed by the re-evaluation committee. The next step, ICES creates a workshop, and in this workshop, and that includes both in-house scientists and scientists from ICES, this workshop aims to have two outcomes. One is to evaluate the data and assessment methods behind the species. The second is to create a simulation model that incorporates a lot of uncertainty. This simulation model then is used to perform a management strategy evaluation. And we need also some input from the new assessment methods, which include new reference points and a new assessment. The comparison of rule options can then take place through the management strategy evaluation. And this outcome is published in what's called an ICES advice sheet. So both the report and advice sheet can be found on the ICES websites. Then this information goes back to the re-evaluation committee. Then a rule is chosen for each species, and we use that rule annually until the revision process is triggered again, usually in 5 to 7 year intervals. So this is just a peek at the request that was provided for haddock. You can see the harvest control rule outlined at the top. The TAC is decided based on a harvest rate that is multiplied against a reference biomass. The reference biomass is something that is estimated in our stock assessment for that year. And then in the next line, I don't want to use a pointer because I know it's really delayed here, but the next line here is you can see that if there's a clause with these harvest control rules usually where if the spawning stock biomass falls below a trigger level, this B trigger, the SSB to B trigger value ratio is then used to scale down the harvest rate. And this is meant to protect the stock in times when the stock might experience recruitment impairment. These are the 6 rules, and I'll just point out the first one is has the current target harvest rate, the second one had a former target harvest rate, and the last rule is the MSY advice rule that is a standard kind of rule within the ICES guidelines. They're easier to see pictorially here. What it means is that when the SSB is above the MGTB trigger value here, there is a constant harvest rate. And below that point, all of the rules follow the pattern where below that point, the harvest rate can be scaled down according to the spawning stock biomass level. But above this point, there are 2 rules. The middle 2 that I skipped are 2-stage rules, and those were designed to have an additional trigger point at which the harvest rate could increase if the spawning stock biomass was at a high level. So you can see that in this rule as well as this rule. And then a 5th rule had some borrowing. It was similar to the current rule, but with borrowing. There's one distinguishing factor, though, from the harvest rate, the harvest control rules that were used in the past for haddock. In the past, the reference biomass to which the harvest rate is applied was estimated as for example, 2026. That means a projection is needed to estimate this this reference biomass. All the rules currently use instead the estimated reference biomass this year, which makes it more similar to procedures in cod, used for cod and saithe. For saithe, the situation was a little more simple, and we have 3 rules. One is the current harvest control rule, which includes a stabilizer. This stabilizer means that the harvest rate is multiplied against the reference biomass and then averaged with last year's TAC to reduce the variation between years
in the TAC coming out of the harvest control rule. This is a similar situation to cod. So this was tested against a variant that does not include the stabilizer, as well as the ICES MSY advice rule. And here you can see these illustrated. But then along the lines in the workshop, a fourth rule was added, which is the same as Rule 2, but the reference biomass definition was changed slightly. It's the same year, but reference biomass is calculated using numbers at age multiplied times the mean weight at age. And instead of using catch weights, which is what was done in the past and for the other rules, this one uses stock weights. So the performance criteria of comparing these rules included 3. One is that we want to make sure there's high catch, and that was defined as greater than 95% or equal to 95% of maximum sustainable yield. That comes from the simulations. The second is a precautionarity criteria. This is very standard across all the ICES evaluations. And that means that these cannot result in a probability of spawning stock biomass falling below B-lim annually more than 5%. That would represent a point at which you could expect recruitment impairment to occur. Fishing mortality also could not be less than or equal to FMSY, and that's a fishing rate that achieves MSY within the ICES MSY approach. So if we now look at some of these results for haddock, this is just a visualization of what the simulations look like. Here we have in the left side of the dashed line, this is basically the stock assessment. And then this is the future projected with a lot of uncertainty. And the yellow bands is the clouds of thousands of simulations, but the black line is the median across that cloud. And each of the colored lines is a single simulation. So you can visualize what's happening in a single simulation. So we include uncertainty and project maybe many different futures, and then only look at the last 10 to 20 years to see how the rule performs in the long term. So if we only look at those last year's results, we can compare them against the performance criteria. And here the dashed line, for example, is that 95% MSY criteria. Here for haddock, we can see that all rules except for Rule 4 passed this criteria. Rule 4 yielded too little catch in comparison with the others. The next one is the precautionarity criteria. And to pass this criteria, this bottom line needs to not pass the solid horizontal line here. And you can see Rule 2 and Rule 3 pass it, so these fail the precautionarity criteria. On the right, you can see the fishing mortality criteria, and the same 2 rules did not pass this criteria. So in the end, we're left with 3 rules that all pass the criteria, the Rule 1, Rule 5, and Rule 6. And in the end, this is the choice of the reevaluation committee and the minister. And so in the end, although the current, the Rule 1 was chosen, and that's what the advice is going to be based on when Bjarki shows the advice later. Now, just keep in mind, the only change to last year's haddock control rule, harvest control rule, is the definition of the reference biomass being based on this year so that a projection is not needed. Now we have the results for SAFE. You can see something similar here, just to visualize what the simulations look like. And if we look at the long-term results, we can see for each rule, the catch is actually greater than MSY. So all of the rules pass here. I'm going to switch over all the way to the right. This is the precautionarity criteria, and they all pass here as well. With the FMSY criteria, the fishing rates coming out of the harvest control rule, you can see that R1 and R2 have rather high fishing mortality rates coming out of them. So these failed that criteria. And then in the end, it was chosen to move forward with Rule 4, which is also what Bjarki will show later in the advice talk. Okay, that's all I have to present for you. So please let me know if you have any questions, either now or later. I'm not sure how questions are being run right now. Thank you.
Takk fyrir Pamela. Það verður líka opnað fyrir spurningar í lokin. Þeir sem á veraldarvefnum með okkur, þeir geta líka sendt spurningar í gegnum tjatið á því. Það lokað fyrir að opna á hljóð úr bara til þess að halda þessu niðri. Ef það eru, ekki halda þessu niðri heldur, það er bara út af tæknilegum hlutum. Ég sé ekki spurningar hér. Gísli Gíslason. Já, í stórum dráttum þá er þetta nokkuð reglubundi. Við reynum að endurskoða aflaregluna á 57 ára fresti. Það er bara vegna þess að það hlutir getur verið að breytast, fiskir verið að breytast og þannig að við þurfum að taka kannski tillit til þeirra reynslu sem við erum búin að fá á aflaregluna seinustu 57 árin. Þannig að við reynum að gera þetta nokkuð reglulega og oft komum mjög svipað niðurstöður út fyrir þessu en þetta er samt spurning bara að það sé gert nokkuð reglulega. I have a question for you, actually to one that's just, I'm wondering with the data that you're using to assess the biomass, is it, how do you collect that data? Is it from the trawling or is it, are you using like a mixed method? The data that goes into the assessment models is, some of it is survey data, and those are used in a way to provide trends that reflect the overall biomass trends in the stock. And then catch data is also incorporated in, but the catch data is, it's used both as removals from the stock to trace those, and it also can trace which year classes are available in the stock. So there is information coming from both of those. Are you using the fishing data then to counter, for instance, conditions in the sea that could affect if you are, using the same areas to assess the stock? I'm not sure I quite understand the question, but do you mean if there's variability, or yeah, can you? I'll explain better. We have, of course, models that assess the indicators of where the fish could most likely be by satellite data that collects information about biomass in the ocean. We do have that, and what I'm wondering is that if you are just using certain areas to assess the stock, the conditions that were when you are checking these areas could have a huge effect because there's difference in the areas where the fish could potentially be because of currents, temperatures, and other things. And we do have assessments that can calculate where most of the fish is most likely to be. And these models are they're very good today. So I was just wondering if you are using any of that new information to kind of try to make the models better in the assessment. Should I answer or? Very shortly. Okay. Becoming too Okay. technical. The very short answer is that we don't use those models right now. We use a survey index, and the sampling design of the survey index is not intended to follow exactly, for these stocks, it's not intended to follow exactly where the fish are, because then we could get a biased view of the stock size. We need to have the sampling exactly in the same place every year. And then these factors get, they've come into the survey index as well, into the variation in the survey index. Takk fyrir þetta. Ég held við förum bara í næsta erindi og það er Guðjón Sigurðsson sem ætlar að fræða okkur nýútkomna skýrslu meðafla. Það er bara sína tölvupóstum líka. Já, það er lesa hann upp. Já, ekki bara. Sýnundur alþjóð.
Já, góðan daginn. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá skýrslu sem mun núna fylgja ráðgjöfinni. Þetta er kannski ekki beint ráðgjöf per se, en verður hluti af ráðgjafapakkanum. Þetta eru skjal fyrir ofan ráðgjöfina, sem sagt meðafla fugla og sjávarspendýra í fiskveiðum við Ísland. Lítur svona út. En meðafli er kannski tiltölulega nýtt hugtak á Íslandi. Fyrir svona 30 árum þá birtust svona fréttir í blöðunum. Þannig er frétt frá nágrannum okkar í Kænunni sem sagðist alltaf eiga ná hnísukjöt til sölu. Svo er þessi myndalegi hnýðingur sem er fyrir utan fiskverkun í Reykjavík. Þannig að þetta var nú bara hluti aflans. En þetta er vaxandi vandamál víða og til dæmis er Vaquita-hnísan í Mexíkó. Hún er nánast útdauð vegna meðafla í net. Sléttbakurinn við austurströnd Norður-Ameríku það er nokkur hundruð dýr eftir, aðalega vegna meðafla vandamála og svo sem líka er verið að sigla á það dálítið. Og það er nú bara þannig að þetta er helsta dánarorsök smákvila í heiminum og sumra sjófugla og þetta er á miklu stærri skala heldur en beinar veiðar til dæmis. Hérna heima þá höfum við til þessa aðalega lagt áherslu á að meta þetta í grásleppuveiðum. Það hefur verið sýnt fram á að það er ansi hár meðafli stundum í þeim veiðum. Við höfum birt nokkrar skýrslur þær veiðar. En í öðrum veiðarfærum höfum við ekki birt svona formlegt mat fyrir en núna. Það má eiginlega rekja það til þess að það hefur verið unnið innan meðaflahóps ISIS, VFG Bike, að mati fyrir önnur veiðarfæri. Það kom ný aðferðafræði 2023 sem hefur gert það verkum að við getum núna metið í önnur veiðarfæri. Svona grunnurinn að þessu er kannski kröfur frá ýmsum vottunum, MSC, ERF, en einnig er bara meiri og meiri áhugi frá almenningi og vísindasamfélaginu á þessum málum. Gögnin sem við notum í þetta er í önnur veiðarfæri en grásleppu notum við skráningar eftirlitsmanna Fiskistofu og starfsmanna Hafró frá 2017 til 2023. Það fer svo í gegnum nokkur skref, það er svona gagnarýni og svo fer þetta inn í líkan sem spýtir svo út meðafla mati fyrir hvert ár. Í grásleppunni þá notum við skráningar eftirlits Fiskistofu 2020 til 2023. Það var sérstakt átak í grásleppunni 2023, þannig að þekjan var nokkuð góð. Og svo birtum við líka skráningar flotans í afladagbækur frá 2023. Þannig að þetta eru þessir 3 bútar og þeir eru allir teknir saman í þessari skýrslu. Og við förum bara svona mjög snöggt yfir helstu niðurstöðurnar. Þá veitust sjávarspendýrin nánast eingöngu í net og það er svipað og við sjáum annars staðar. Sjófuglarnir, þeir veitust aðalega líka í net en einnig töluvert í línu. Hér eru svo niðurstöðurnar fyrir sjávarspendýrin. Svörtu línurnar og rauðu punktarnir sýna punktmatið á meðaflanum. Bláa eru öryggismörk. Hnísa í þorskanet var algengasti meðaflinn, 600 dýr, en hún veiðist líka aðeins í grásleppunet. Þar á eftir var landselurinn í grásleppunetum, en 500 stykki koma árlega samkvæmt þessu mati. En útselurinn 150 dýr, en minna af öðrum tegundum. Það voru nokkrir vöðuselir, hringanórar og hnýðingar, sem við sáum líka. Í sjófuglunum, það eru fleiri tegundir þar, en það langstærsti hópurinn var æðarfuglar í grásleppunet, yfir 2000 fuglar árlega. En það var líka töluvert af langvíu.
útvirka þetta. En hún veiddist í 3 veiðarfæri en aðallega í grásleppu og þorskanetin. Í 3. sæti var teistan í grásleppunet sem 1500 fuglar árlega. Svo var líka töluvert af fíl í línuveiðum þó að óvissan sé alveg ansi mikil í kringum það mat. Ef við vendum okkur svo í skráningarnar í afladagbækur þá voru langflest spendýr skráð í grásleppunetum. Þeir 160 landselir og 120 hnísur en aðeins minna af öðrum tegundum. Í önnur veiðarfæri þá var nokkuð skráð á hnísum í þorsknetum og nokkri landseli líka. Það voru 2 dýr skráð í botnvörpu, 1 selur og 1 hvalur og svo var 1 höfrungur skráður á handfæri sem ég set nú spurningamerki við. Ef við förum í fuglana þá svipuð staða þar, það var langmest skráð í grásleppunetin. Og þetta sömu tegundir og við sjáum í metnameðaflanum. Æðarfugl langalgengastur, þar á eftir teista, langvíja og skarvar. Þetta bæði toppskarfur og dílaskarfur saman. Í öðrum veiðarfærum þá aðeins að svartfugli í þorsknet og svo fíll í línu, þar sem 1000 fuglar voru skráðir. Þannig að þetta töluvert í línunni af fíl og nokkrum mávategundum. Og ef við tökum þetta svo saman, svona lítum á stóru myndina, þá hefur meðafli allavega spendýrategundana minnkað milli tímabila. Við sjáum lægri meðaflatíðni frá því að við byrjuðum að skoða þetta. Ég til dæmis aðallega í grásleppunni en líka annars staðar. Og þetta kannski samspil breytinga á sókn og einhver annarra þátta. Hins vegar virðist meðaflatíðnin hjá fuglum standa mestu leyti í stað. Skráningar í afladagbækur hafa aukist frá því að við byrjuðum að skoða þetta, sem bara mjög gott. Sérstaklega í grásleppunetum og línu. Þetta var nánast ekki neitt þegar ég byrjaði að skoða þetta fyrir 10 árum eða svo. En núna bara fjöldi báta sem virða að skráða þetta mjög samviskusamlega. Og við fáum þá svona auka upplýsingar sem við sjáum kannski ekki í þessu eftirliti Fiskistofu. Þar sem þeir geta bara farið í x margar ferðir á ári og við sjáum til dæmis fleiri tegundir í skráningum í afladagbækur. Þó auðvitað þurfum við aðeins að rýna þessi gögn eins og höfrungurinn í handfærum sýnir. Meðafli landsels gefur okkur svona ástæðu til að fylgjast bara mjög vel með. Stofninn hann virðist vera að ná sér hægt á strik og við höfum séð lækkun í meðaflatíðni í grásleppunetum. En það bara mikilvægt að fylgjast með og hvort að þessi góða þróun haldi áfram. Svo nokkrar fuglategundir sem kalla á frekar eftirlit og rannsóknir. Það kannski helst teistan. Það töluverð meðafli af henni í grásleppunetum. Stofninn talinn lítill, það mikil óvissa í kringum stofnmatið. Það erfitt að telja hana. Og henni hefur fækkað víða. Þannig að það svona mikilvægt að fylgjast með henni. Kannski kallar á einhverjar rannsóknir á hvert hún að fara og stofngerðum hérna við land. Eins sáu við bæði í eftirliti og í afladagbókunum meðafla himbrima. Stofninn á Íslandi mjög lítill, nokkur 100 fuglar. Þannig að við þurfum kannski að skoða hvaðan þessir fuglar sem að veiðast á veturna aðalega hér við land að koma. Þetta úr íslenska stofninum eða þetta eitthvað annars staðar frá? Og svo framvegis, við þurfum bara að vita aðeins meira það. Þetta bara svona stutt yfirferð. Skýrslan verður aðgengileg fyrir þá sem hafa áhuga á eftir. Takk fyrir þetta, Guðjón. Ég ætla að opna fyrir stuttar spurningar, ekki of tæknilegar.
Það verður opið hér eftir kynningar fyrir spurningar og samræður. Það vandilega nýtið ykkur það. Lísa. Við sjáum suma tegundir meira á ákveðnum svæðum. Fuglarnir mikið í Breiðafirði, bara út af það mjög fjölbreytt fuglalíf þar. Svo eru selinir kannski algengastir í kringum stór sellátur. Það sem þetta yfirleitt svona hálfstálpaðir kópar sem að veiðast. Jú, þetta ákveðin, þetta dálítið svæðisbundið. Já. Við erum búin að prófa ýmislegt til að minnka meðafla hnýsu hérna. Bæði svona þessar ílur eða hljóðfælur. Svo vorum við að prófa net með svona litlum plastkúlum á sem eiga að gera það verkum að smáhvelin sjái netin betur. Og það lofar góður, sko. Þannig að selurinn hins vegar vandamál. Hann of klár til að láta blekkjast af einhverjum svona óhljóðum. En samt nógu vitlaust til að flækjast í netin. Þannig að þetta erfitt vandamál og þetta vandamál sem erfitt að leysa alls staðar í heiminum. Selir og sæljón eru til vandræða. Takk fyrir eins og þið heyrið þá það ýmislegt í gangi til þess að reyna að verjast þessu, Örn Pálsson. Má ég biðja þá sem í sal að tala svona frekar hátt svo að þeir sem í streymi heyri betur. Já, það að spyrja takk fyrir skýrsluna Guðjón. Það spyrja í sambandi við stofnstærðina á landsel og fistu. Já. Sko landselurinn hefur smátt og smátt tekið við sér. Hann var náttúrulega veiddur ansi harkalega niður á 8. og 9. áratugnum. En í seinustu talningum höfum við séð svona hæga aukningu í honum og vonandi heldur það bara áfram. Teistan, við vitum voðalega lítið hana. Það hluti vandans. Við erum Náttúrufræðistofnun með þessa vetrarfuglatalningu. Það eru nú einhverjar sveiflur í henni. Hún fór langt niður en á hægri uppleið núna. Það var náttúrulega bannað að veiðana í beinni veiði 2017, þannig að vonandi það hafa einhver jákvæð áhrif. Og hnýsan, við höfum nokkrar mælingar á henni. Við höfum eina flugtalningu, þar var metið 43.000 dýr væru við landið. Og svo höfum við notað erfðafræði til að meta svona hlutfallslega breytingar í stofninum. Og samkvæmt því þá hefur stofninn tvöfaldast frá því í kringum 1990 til í samanburði við tímabilið svona 2015 til 2020. Þannig að minnkandi netaveiði væntanlega bara góð fyrir hnýsuna og hún virðist vera í góðu ástandi. Það skafli þetta í lok skýrslunnar, svona ástand þessara helstu tegunda. Örstutt Árni. Já, Árni Sverrisson, ég hló eftir því að þú sagði vonandi eykst stofnstærð landsela. Það endilega æskilegt? Við áttum við það vandamál að etja að hringormur var mikið vandamál í fiski og hver svona þín æskilegasta eða áhugaverðasta stofnstærð landsela? Sko, við erum með stjórnunarmarkmið sem 12.000 selir. Við erum ennþá töluvert undir því. Þannig að það markmið sem stefnt að. En svo nú áætluð vinna að svona endurskoða það markmið til að sjá svona hvar við eigum að vera með selina. Út frá líffræði, já. Það í vinnslu. Kærar þakkir aftur Guðjón. Þá komið að Jónasi sem ætlar að fræða okkur aðeins ástand annarra þorskstofna við Atlantshafið. Tæknimaðurinn kominn? Já, ég kominn í þetta. Já, ég hefði ekki bara hér. Jú, bara hérna.
Komið sæl. Ég ætla hérna aðeins að fá nokkra mínútur að tala þorskveiðar og þorskinn svona almennt. Það alltaf gaman að pæla í honum. Það alltaf kannski okkar mikilvægasta tegund og í þessu erindi ætla ég að fara svona stutt yfirlit sögu þorskveiða, örlítið líffræði og útbreiðslu, kannski mest veiðarnar, hugleiða einhverjum framtíð stofna og hérna, já, kannski eitthvað annað. Það kom út mjög áhugaverð bók núna þorskinn, líffræði og vistfræði hans. Ingibjörg Jónsdóttir var einn af höfundum hennar, svo eiga margir okkar sérfræðinga hluta að kafla í þeirri bók og svo náttúrulega ævisaga Þorsins alltaf gott að vekja athygli á henni. En við erum með nokkra tegundir sem oft kalla þorskur eða kott í heiminum og oft þetta einhverja tegundir sem finnast í hlýjum höfum og eru náttúrulega ekki þorskur en kannski rétt að minna þarna bara á Kyrrahafsþorskinn sem þeir eru náskyldir en það töluvert mikið minna veitt af honum heldur en Atlantshafsþorskinum eða 350.000 tonn en ef við speiklum útbreiðslu hans í Kyrrahafi þá eru svo sem mjög lík útbreiðslu þorsksins í Atlantshafsþorsksins í Atlantshafi. En aðeins líffræði þorsksins að hann getur náttúrulega orðið alltaf 2 metrar á lengd og Ísland hefur stærsti fiskur sem hefur veiðst var nærri 170 centimetrar og í veiðum í Íslandi eru þorskur oft á bilinu 80-115 centimetrar sem ekki staðan í öðru löndum. Hér verður hann kynþroska 4-6 ára og það talið að hann getur orðið meira en 20 ára gamall. Í Íslandi hann algengastur á 100-250 metra dýpi og allsstaðar það sem hann hefur hann dálítið stýrt hérna vistkerfunum og aðal ránfiskurinn. Og hérna bara ein mynd úr grein Jóns Olmundssonar eða skýrslu Jóns Olmundssonar og fleiri, 24, sem teknar saman upplýsingar fæðu sem margra tegunda. Þetta fæða þorsk við suðvesturhluta landsins og þetta hlutfallsleg fæða sem ekki kannski aðeins sem sýnir mikilvægi loðnunnar á fyrri helming ársins en svo hvað hann að éta margt annað síld og fiska og síli og öðrum tíma. Þannig mjög áhugaverð greiningar þarna. En þorskurinn víða í Norður-Atlantshafi, hitastig frá 0 til 12 gráðum og náttúrulega dýr með kalt blóð, það náttúrulega hitinn að stýra því hvar hann finnst og hann frá kannski bara frá 0 metrum og niður á 600, við höfum síðan hér kannski dýpar alltaf 900 metrum í Grænlandssundi en 80 metrar að jafnaði, þannig að á öðrum svæðum hann oft grinnara heldur en hér. Og það sem kannski merkilegt við þetta Ísland við miðbik útbreiðslunnar og það getur maður spurt sig, vitandi það að hitastig í sjó almennt að hækka hver framtíð stofna og við hefum séð þá undanförnum áratugum að aukna útbreiðslu og raunverulega svæði í Barentshafi. Það landgrunn langt norður eftir og austur við Novlja, Semlja eyjarnar í Rússlandi þannig að þar hefur hann verið að dreifast mikið og dreif úr sér. En svo má svo sem búast því að suðurlægari svæðum að hann sé að gefa þá hægt eftir og útbreiðslan sé að minnka þá þeim megin. Maður getur spurt sig líka hér við Ísland. Það að hlýna norður á okkur. Erum við að sjá eitthvað svipað í Barentshafi en þar erum við með aðrar aðstæður og þar landgrunn ekki eins viðamikið og raunverulega bara hættir. Þarna orðið mjög djúpt fyrir nokkuð norðar við Ísland en kannski örlítið meira það á eftir. Varðandi stofneiningar, það mikil vinna núna hér í gangi á stofnuninni og annars staðar varðandi erfðafræði þorsksins og við erum alltaf með skilgreinda veiðistofna og veiðistofna geta oft verið með fleiri en 1 eða 2 hópa. Við höfum verið að greina stofngerðir hér, norður og suður og líka svona atfyllirisgerðir, grunnfar og djúpfar og það mikil vinna sem vonandi verið kynnt á allra næstu árum í tengslu við þorskátak og svo framhaldsverkefni þar eftir að því lauk eða var slegið niður. En hann með ákveðna hrygningareiningar, hann að velja sömu svæði mjög oft ár eftir ár, sömu hólaklakka, einhver svona landslag ár eftir ár sem sjómenn vel þekkja. En aðeins veiðarnar sjálfar. Ef við byrjum bara í Norður-Ameríku að þar var mjög skart hrun upp úr 1990 á öllum stofnum þar. Við sjáum að hámark veiðarnar hérna í kringum 1970 og síðan núna í þá hartnær 30 ár hefur lítið ekkert gerst í þessum stofnum. Og það örlítið núna á allra síðustu árum sem hefur verið meiri umræðu örlítið meiri þorskgengd, þetta sé einhver viðsnúningur.
en það urðu mjög mikla vistfræðilegar breytingar eftir hrun þar sem stofnaði við Ameríku og Kanada. Það voru ýmsar hryggleysingar sem raunverulega náðu sem stofnstærð þeirra stækkaði, rækja og til að mynda humar, þannig að þorskurinn skiptir máli sem stór afræning í kerfinu. Það enn kannski áhugaverðara að skoða þetta þegar við skoðum söguna frá bara eða upphafi veiða frá 1400-1500 að hversu skarpt var tekið og hversu hratt svo hruni verður í þessu hruni. Og menn það verið skrifað fjöldamargar vísindagreinar raunverulega stofnhrun þessara stofna og það umhverfisaðstæður sem breyttust á þessum tíma en náttúrulega svo mjög stíf veiði og oft erfitt að kannski að akreina þar á milli en veiðin þó þáttur sem við manneskja getur stýrt og hefur spilað þarna stóra rullu. Ef við skoðum hérna þróun þorskveiða í Evrópu, hérna erum við gögn frá 1960, þetta bara tekið úr gagnagrunnum frá Alþjóða hafrannsóknaráðinu. Þarna sést mjög vel Barentshafið, þessi blái, við sjáum Ísland þarna í rauða, sjáum þróunina í afla til ársins 2020, við sjáum þessi þróun niður á við, allt til ársins 2010. Við sjáum þarna áhugaverða hluti eins og í Eystrasalti sem þetta ljósgræna sem töluvert mikla veiðar í kringum 1980 eftir að svæðið þar varð raunverulega saltara. Í dag staðan í Eystrasalti mjög slæm, það orðið raunverulega bara þar hefur ofauðgun og það þrífst eiginlega ekkert líf þarna dýpra en 20 metra á mjög stórum svæðum í Eystrasalti og það mjög langt síðan að hefur verið að sjórinn, að fullsaltur sjór hefur gengið þar inn. Það líka áhugavert að sjá hérna kannski í Norðursjónum, þarna var svo sem það talaði ákveðna þorskasprengju milli 1960 til 70. Þarna lækkaði sjávarhiti í Norðursjó 1 gráðu og nýliðan gekk mjög vel. Voru mjög stífar veiðar, en svo hafa verið mjög stífar veiðar síðan og stofnandi þar hafa gefið allir eftir. Hlutfallslega þá erum við að sjá hérna Barentshafið og Ísland núna á síðustu árum sem eru þessi 2 stærstu stofnar sem hvað mest veitt af og aðrir stofnar eru allir mjög smáir í þessu samhengi og þessi þróun hefur eiginlega bara ágerst síðustu ár. Við skoðum svo veiðihlutfall í Evrópu út af þeim gögnum sem eru birt líka hjá ICES og við erum með þarna ljósgult, það svona kannski svið það sem við erum að veiða með veiðihlutfall sem myndi leiða til hámarksafraksturs. Og appelsínugult veiðihlutfall sem aðeins hærra sem getur komið fyrir þegar stofnar eru endurmetnir og annað og svo eru komin í rautt og þarna rauðbrúnt sem þá eru komin í mjög stífa veiði eða bara rányrkju. Og við sjáum hvernig það hefur verið mjög stíft sótt í alla stofna og síðan 2010 hefur verið smá breyting þar á og veiðar hafa aukist eftir að veiðálagi hefur verið stillt í hóf. En aðeins færri stofnar undir hvernig þróun á hrygningarstofnum hefur verið á þessum svæðum, þannig að sjáum við mjög áberandi í Barentshafi, þessa raunverulega sprengingu þar og þetta hámark í kringum 2015. Við sjáum líka stækkandi í Íslandi hérna grænt, sjáum þá stækkandi hrygningarstofn við Ísland og aðra stofna minni. Og sama skapi bara hlutfallið í Ísland og Barentshafið, þarna allra stærstu svæðin í hlutfalli og einnig þegar við erum að skoða hérna þetta ljósgula eða þá sókn sem leiðir til hámarksafraksturs að þegar hrygningarstofnarnir að stækka þá mun minni sókn, mun minni fiskveiðidauði á þeim tímapunkti þá Barentshafið og Ísland sem þarna þá undir. Ef við förum aðeins til Íslands, hérna eigum við ágætu sögu frá 1900 og við séð þessa mynd margoft áður og margir þekkja hana mjög vel. Hérna sjáum við raunverulega þetta bil milli heimsstyrjalda og veiðar annarra þjóða á okkar svæðum og ef við skoðum þetta þá með kannski sömu gögnum, þá var þarna í kringum 1920-30 voru mjög sterkar grænlandsgöngur sem komu inn og þorskstofninn Ísland var mjög stór á þessum árum og þessi stífa veiði sem var þá var samt undir þeirri sókn sem leiddi til hámarksafraksturs. Svo eftir stríð þegar sóknin hérna eykst og veiðarnar aukast að mjög fljótlega verða þær fyrir úr því að vera sækistofn á hóflegan hátt, við þurfum að nýta nú og mikið og svo ágerist þetta allt til ársins 2010 að viðsnúningu verður við og við erum komnir með sókn sem mun leiða til hámarksafraksturs til lengri tíma litið.
En hvað vitað með lengri sögu veiða á Ísland? Það náttúrulega búið að vera að rannsaka það og það ýmislegt hefur verið skrifað, en það kom mjög áverð grein núna snemma þessu ári eftir Stíg Campana og fleiri vísindamenn, Einar Hjörleifsson, vísindamaður okkar hérna og Guðbjörg Ásta sem var hjá okkur og ýmsir aðrir hafa verið þá að skoða þá kvarnir í öskulögum og með því að greina aldurinn á öskulögunum hefur getað fengið þá endurgert aldrei stofngerðina og stærðarsamsetningu á árum áður. Þarna sjáum við Súluritin 2, þarna sjáum við hvernig þorskstofninn leit út í lengdardreifingar raunverulega áður en atvinnuveiðar eða nútímaveiðar hefjast og svo sjáum við hérna stöðuna 2000-2010 og kannski í stuttu máli þá var þorskstofninn metinn mun stærri við landnám í þessari grein heldur en þessum árum hann á 2010 þegar hann nær ákveðnu lágmarki svo hefur hann náð aftur vísnúningi eftir það. Og kannski líka sem var áhugavert í þessu að hvernig veiðar voru metnar hérna, það talaði að veiðar hafi verið töluvert mikið vanmetnar á fyrri öldum, á skútuöld að englendingar aflinn hafi verið mun meiri heldur en menn hafi kannski talið hingað til og sem áhugavert bara sýnir mikilvægi Íslands og þorskveiða á þessum hafsvæði og hvernig þorskveiðarnar stýrðu ansi mörgum. En tenginga við Grænland kom aðeins inn á áðan að þarna kringum 1930 hafi þorskstofninn staðið hér vel. Hér mjög áhugaverð súlurit frá Hjálmari Heitni Vilhjálmssyni fiskifræðingi hjá okkur. Hérna sjáum við súlur, bláa súlan sýnir nýliðun við Ísland. Já, við Ísland, eða fyrir ekki þetta sýnir nýliðun við Ísland, bláu þeir nýliðar sem alast upp við Ísland sjálft og svo þeir gula þeirra sem alast upp í Grænland. Og við sjáum líka hérna bara á myndinni hérna úr seiðarleiðangrum okkar sem sýnir þá lirfu og svo seiðarregn eftir 1984. Við fórum allt til ársins 2002-2003. Það voru farnir mjög stóri seiðarleiðangrar sem sýndu fram á þetta seiðarregn. En svo sjáum við líka rauða línan hérna afli við Vestur-Grænland sem ríkur upp þarna kringum 1930. En við sjáum þessar risastóru Grænlandsárgangar sem að koma þarna inn, árgangur 24 og 6 og svo stóra árganga þarna eftir stríð. Svo sjáum við ansi stórt hlutfall sem að koma frá Grænlandi og kannski síðasti stóra árgangar að koma hann 1984 en við höfum séð að aðeins í meira mæli núna allra síðustu ár að meta fisk þá viðbót sem hefur þá komið inn frá Grænlandi. En aflið þarna við Vestur-Grænland eftir að hlýna þá sérstaklega vestamegin líka upp á 1930 á þessum tíma 1960-70 þetta sá þorskstofn í Atlantshafi sem mest veitt úr á þessum árum. Þannig að, og svo sjáum við til dæmis þarna á toppinn hérna 1990 þá raun verið að sækja ansi stíft í þennan 1984 árgang frá Íslandi þá að veiða þá smáan fisk þarna megin. En nálægustofnar. Við vorum að tala þarna hvað hefur gerst norður á okkur, þorskurinn eitthvað að dreifa úr sér. Það hafa verið veiðar, normenn hafa verið veiðar við Jan Mayen, þarna voru veitt alltaf 500 tonnum árið 2018 og reynda hljóma nýjasta ráðgjöfin þarna upp á engar veiðar. Þarna ekki búið þetta þá náttúrulega innan lögsögu normanna, þeir hafa ekki fengið upplýsingar erfðafræðilegar rannsóknir á þessum fiskum. Þeir telja þessi fiskur sem viðhaldi, þetta stopp sem viðhaldi sjálfu sér þarna, en það til dæmis fáir árgangar sem voru eftir, fáir mjög greinilegar árgangar í þessum veiðum, þannig þau lefðu til engar veiðar núna þessu ári. Og svo það kannski sem hefur verið kannski allra síðustu árum eru aukna veiðar á dormbanka. Og þar erum við að tala 20.000 tonn núna, árið 2022 hefur farið vaxandi. Og þar erum við að tala fæðugöngur, viljum við telja mikið til frá Íslandi. Ekki þetta eins og þetta var áður að smáfiskur seiði ganga og alast upp og koma svo aftur til Íslands til að hrygna og eru þá meira viðloðandi Ísland eftir það. Og þetta hefur við séð til að mynda í merkingum, þarna dæmið það og sístu frá Ingu og öðrum. Hérna við erum að vinna þessu gögn og við erum enn að fá fiska inn. Þarna sjáum við fisk sem endurheimtur og merktur á dormbanka, en það merkilega að hann merktur með DST-merki, þá fáum við upplýsingar staðsetningu og við sjáum að hann þarna í lok árs, mánuðum 12 og svo 1 og 2 hann þarna norður frá, kemur svo yfir Grænlandssundið í janúar og kominn svo þarna í Faxaflóa í febrúar og endurheimtur svo aftur hinum megin við lögsöguna. Og
Þannig að það mjög áhugaverð þessi tenging og raunverulega þarna hefur hlýnað og þarna hefur raunverulega það útbreiðslusvæði Þórs að stækka þá bæði til vesturs og norður. En aðeins meira með Barentshafi, hvað að gerast þar? Ráðgjöfin fyrir 2025 komin niður í 311.000 tonn. Hún hefur farið lækkandi frá því ég sýndi ykkur í glærunum áðan og hrygningarstofninn komin niður fyrir aðgerðamörk og þeir spá því að hrygningarstofninn færi þarna áfram lækkandi til ársins 2027 með samsvarandi þá minni eða lægri ráðgjöf. Og við sjáum þarna árgangarnir hafa verið tiltölulega lélegir þarna allra síðustu ár og væntanlega þessi spá til 27 þarna sæmur árgangur 2023 eða betri heldur en árin á undan. Þannig að það má búast við að heildarafli Þórs í Atlantshafi fari minnkandi samhliða þessu. Og kannski bara örlítið Færeyjar, þar verið að ráðleggja 3.000 tonn í ár, aflinn var 6.000 tonn í fyrra og það hrygningarstofninn undir viðmiðunarmörkum og nýliðun hefur verið mjög léleg í ansi mörg ár. Og hvað með framtíðstofna? Eitthvað, hvað getum við sagt og hvað vitum við? Það nýleg grein eftir Óla Kirsbú Normann að það spáð því að þorskstofnar þrífist hreinlega ekki í Norðursjó árið 2060 með áframhaldandi hlýnun og þarna sjáum við kvöldárin kringum 1960 sjáum þetta gula sem eru hrygningarsvæði þorsksins þarna og svo sjáum við hvað vitað eftir árið 2000 eftir að hlýnaði hvernig breytingar hafi verið og hafa orðið á hrygningarsvæðum, hvernig þau hafa farist norður og svo að spá þeirra út frá og þetta snýr þá ekki eingöngu bara hitastigi, heldur þetta snýrist þetta líka að breytingu á átustofnum og fyrir þá yngri stig Þórs að það verði lítið sem engin hrygning eftir þann tíma og þarna það miðað við þá meðal viðmiði í loftslagsspám Sameinuðu þjóðanna. En eitthvað nýtt við Ísland að hér hefur hækkað sjávarhiti síðan 1997, það hefur verið mjög hlýtt síðan 2005 og við erum að sjá reyndar þetta á ekki við þorskinn en við höfum séð nýliðunarbrest hjá ansi mörgum tegundum við suðurströndina. Það þá tegundir sem eru þá ekki nýttar eins og sandsíli, eins og eru nytjategundir eins og humar, öfugkjafta, keila, blálangur, langa. En það eru mismörg léleg ár inn á þessu tíma, kannski þetta vest fyrir sílið og humarinn. Og í sögulegu samhengi þá var hærri sjávarhiti jákvæði fyrir marga af þessum stofnum. Það voru að styrkja sig, það voru að ganga þá frekar og voru þá aukast í lífmassa en það var ekki staðan nú og það aldrei svona kannski nýr veruleiki sem verðum þarna upplifum þar. En við erum að sjá í raun öllum þessum tegundum núna síðast öfugkjöftu sem sést núna í teknískelinu þar hún að koma tilbaka og við erum að sjá nýliðun hefur verið skárri í allra síðustu árum. Við getum líka nefnt nýtt útbreiðslumynstur loðnu. Hún meira þá vestlægur og norðlægur þá aðgengið að henni sem fæðu fyrir þorskins hefur breyst. Og svo erum við alltaf að fá nýjar tegundir inn einhverju leyti og atburði sem getum ekki spáð fyrir. Við fórum núna í leiðangurinn í Hvalfjörðinn og algengasta tegundin við uppsjónum var bristlingur sem fundin fyrir nokkrum árum sem verið þá hugsanlega tegund sem aðri fiskar geta nýtt sér og margar þessar tegunda hafa verið bara allavega sýnt fram að þær eru mjög líklegast ágengar. En örlítið kannski til að draga þetta saman að það hefur verið þessi kannski inn að gæsalappa tilraun að veiða meira. Hún hefur verið í gangi á flestöllum svæðum varðandi þorskinn og hefur hreinlega bara ekki gengið upp. Hnignun, umhverfisaðstæður og ofveiði, oft mjög erfitt að slíta þetta í sundur. Og oft fer þetta saman. Það oft og stíft en það líka þegar búið að veiða og stofna niður. Að þá ekki eins, hvað getur maður sagt, ekki eins sveigjanleg gagnvart breyttum umhverfisskilyrðum. Þeir eru komið með aldurssamsetningu sem orðum mjög skekkt. En hækkun sjávarhita, menn tala mikið það við austurströnd Norður-Ameríku að við hækkun sjávarhita þá minnkar framleiðni, lagskipting verður þykkar og sterkari, þannig að svæðin sjálf fara að gefa minna af sér í heildina. Og það hefur verið uppbyggingin hefur gengið hægt og sporin frekar hræða. En við Ísland þá stendur stofninn bara ágætlega í sögulegu samhengi. Hrygningarstofninn hefur stækkað mjög á undanförnum árum og aflabrögð hafa verið góð en Bjarki kemur náttúrulega inn á þetta og aðra stofna á eftir. Takk. Takk Jónas fyrir þetta áhugaverða erindi og samantekt.
og alltaf gott að sjá þegar við erum að fjalla okkar stofna hvað að gerast í öðrum heimsöfum eða öðrum stöðum til þess að við sjáum þetta í samhengi hlutana. Ég ætla að hleypa ef það einhverjar örstuttar spurningar. Mér langar að spyrja sé að þið að taka svolítið til hitastig en aðrir umhverfisþættir. Nú erum búin að vera að kortleggja eða ekki botninn og reyna að skilgreina hvað viðkvæm vistkerfi og hvað ekki. Hvernig eru það að sjá mikið mun á botni eftir því hvaða vegafæri verið að beita á svæðinu? Kannski ótengt þessu erindi en það fer þetta alltaf mikið eftir botngerði á það sem botnregin vegi fyrir að hafa áhrif það sem við erum með viðkvæm búsvæði sem eins og kóralla eða sæfjörð eða svampa og þar raunverulega endurheimt þeirra svæða hefur verið mjög hæg, þess vegna hefur áherslan verið lögð á að kortleggja þau svæði til að vernda þau og einnig líka að kortleggja ekki bara hvar útbreiðslan var eða þeim við vissum það heldur erum að spá líka dálítið fyrir hvar útbreiðslan hefði getað verið til að geta tekið betur tillit til þess. Þannig að þetta er mjög mikið vinna sem akkúrat í gangi núna á stofnuninni varðandi þessa þætti og reyna að samþætta þá veiðar og friðun sem getur farið mjög vel saman á okkar mati hér. Ég sé að fólk farið að bíða eftir næsta erindi. Örstutt Örn Pálsson. Þeir að taka núna, það þá F hefur 0,4 og hefur verið svo hærra núna, það ákveðin sveiflujöfnun þar, þannig að þeir eru núna, eins og þeirra aflareglu beitt, þá hún ekki keyrt eins mikið niður, þannig þeir núna að veiða töluvert yfir þau markmið sem þeir hafa sett sér innbyggt í þeirra aflareglu, bara eins og inn í okkar aflareglu, það sveiflujöfnun þar sem virkar aðeins annan hátt, en þeir að sjá þessa þróun áfram og hrygningarstofn hefur minnkað það núna á síðustu árum. Nei, þá erum við að tala þá F upp á 0,4, þá erum við að tala hvað, veiðihlutfall upp á, en það samt hefur verið töluvert hærra, þannig að veiðihlutfallið hefur kannski verið nærri 0,4 sjálft, sko. Ég var að spá nú ekki til að lengja það? Og það mjög góð spurning og varðandi vorum að tala þessar hrygningareiningar. Við erum að stýra veiðum á þorskstofnum sem einu stofni og þessi aðgerð að vera með hrygningarstopp, þá erum við dálítið óháð því hvernig veiðar fyrir utan hrygningarsvæði fer fram, þá erum við að tryggja dálítið þessi hrygning á sem flestum svæðum sem mjög gott og þetta dálítið síðan við höfum lagst í ítarlega vinnu varðandi hrygningarstoppi en það væri mjög vinnandi að fara ítarlega í það og svo hefur það verið líka örlítið breyting á eftir hita nákvæmlega hvenær fiskurinn hrygnir og það náttúrulega líka fyrir ef við setjum einhvern punkt sem sveigjanlegur, það er oft erfitt fyrir bara menn að eftir hitastigi hvenær við stoppum það mismunandi milli ára en þetta klárlega þetta er vert til að taka til skoðunar. Takk fyrir aftur Jónas. Þá förum við inn í megin erindi dagsins. Það að kynna ráðgjöf okkar veiðihorfur á komandi fiskveiðiári. Við erum að veita ráðgjöf 53 stofna, ekki alla í dag. Það eru 26 stofnar sem við veitum ráðgjöf fyrir í dag. Þetta ekki 53 tegundir, þetta eru mismunandi stofneiningar. Ég get nefnt að það eru 10-11 svæði í sæbjúgum sem telja inn, rækjan í mörgum stofnum og svo framvegis. Sú ráðgjöf sem verið að kynna í dag byggir á ótrúlega mikilli vinnu nánast allra starfsmanna hér á stofnuninni sem koma að henni. Það er sýnataka úr afla, það
það aldurslesningar, það ekki bara Hafrannsóknastofnun sem að safna sínu, það líka frá sjómönnum og Fiskistofu og það eru mikilvæg gögn sem við fáum þaðan líka. Við höfum líka, og kannski má þakka fyrir, að við höfum greiðan aðgang að fiskmörkuðum og vinnslum útgerða til þess að ná sínum. Það ekki lögboðið að við getum gengið hvar sem inn, heldur þetta það frjálst að neita okkur, sem betur fer það ekki algengt. Við erum með stofnmælingar á bakvið þessar ráðgjöf í mismunandi stofnum, margar stofnmælingar eftir tegundum og aldursgreiningar og svo innsláttur og gagnagreining og tölfræði úrvinnsla, þannig að þetta alveg ótrúlega margir sem koma að þessu. Við erum með alla okkar ráðgjöf á okkar heimasíðu aðgengilega. Það eru í raun 3 skjöl við hverja ráðgjöf. Það semst ráðgjafaskjalið sjálft. Það eru tækniskýrslur sem eru mjög ítarlegar. Tækniskýrslur sem eru bæði á íslensku og ensku. Ráðgjöfin líka bæði á íslensku og ensku. Það svo að heimurinn geti líka séð hvað við erum að gera. Við erum með Í viðbóti erum við með töflur sem eru aðgengilegar með inntaksgögnum í þau líkön sem við erum að nota. Þannig að við erum að setja út þessi skjöl með þeim hætti að það sé auðvelt að rýna það sem við erum að gera. Þannig að bakvið þessar ráðgjöf á 26 stofnum í dag eru þá 26 sinnum 26 sinnum 3 skjöl og svo aftur jafnmörg þá á ensku. Þannig að þið sjáu að þetta er gríðarleg vinna sem fer hér fram. Við erum búin að staðla á síðustu árum uppsetningu á hvernig við færum ykkur ráðgjöfina, þannig að við erum ekki að grauta í því með mismunandi hætti fyrir hverja tegund, þannig að það auðveldara, við erum búin að læra að horfa á eina mynd, þá ertu í raun með þá náum við að fylgja eftir öðrum tegundum. Og þetta þá listi yfir hvernig þetta lítur út og hvað inn í þessum þáttum og tækniskýrslurnar eru með miklu ítarlegri upplýsingum og gefur þá lesandanum tækifæri til þess að virkilega grafa ofan í það sem við erum að segja hér í raun og veru með ráðgjöfinni sem er mjög stutt og lítill texti. Þannig að fylgiskjölin eiga að hjálpa mönnum sem vilja skilja þetta með ítarlegri hætti. Nú, að þessari vinnu koma, eins og ég sagði, ótal margir. Bjarki Þór Elvarsson ætlar nú að koma upp og kynna okkur ráðgjöfina fyrir okkar helstu stofna. Hann búinn að vera leiðtoginn í að halda utan ráðgjafavinnuna og stór hópur hér í kringum hann á síðustu metrunum og ritstjórninni hefur verið leitt af Kristjáni Kristinssyni. Ég nefni bara þessi 2 nöfn en ég gæti í raun talið upp mikilvæg aðkomu okkar allra starfsmanna. En ég ætla bara að gefa Bjarka orðið að kynna okkur ráðgjöfina fyrir komandi fiskveiðiár. Takk fyrir Þorsteinn. Heyrðu, það bara held ég tíminn sem vindir sig í þetta. Við byrjum á þorskinum. Það ráðgjöf samkvæmt aflareglu 203.822 tonn. Þetta ráðgjöf samkvæmt aflareglu stjórnvalda. Ráðgjöfin í ár lækkar 4% frá því í fyrra. Ástæðan má rekja til þess að eftir að þrátt fyrir að stofninn hafi nú hækkaði og náði jafnvægi árið upp úr 2016 eftir talsverða lækkun í veiðihlutfalli. Þá hefur viðmiðunarstofnun gefið eftir tæp 9%. Ástæðuna má rekja til tveggja þátta, annars vegar þess að árgangurinn 2 frá 2021 svo minnst í 8 ár. Og til viðbótar þá vöxtur árgangana sem fyrir í viðmiðunarstofnunum minni heldur en í meðalári. Og svo við þá má bæta að árgangurinn frá 2002 ekki mikið stærri en sá sem kom þar á undan. Þannig við búumst við því að stofnstærðin muni lækka aðeins meira á næsta ári. Nú, bara til upprifjunar, þá hér
svona myndrit sem sýnir hvernig aflareglan er reiknuð. Þetta er aflaregla stjórnvalda, hún byggir á því að vega saman eða byggir á meðaltali aflamarks ársins í fyrra og 20% af viðmiðunarstofni, en viðmiðunarstofn er lífmassi þorsks 4 ára eldri. Og hvernig við reiknum viðmiðunarstofninn eins og áður sagði byggt á stofnmati sem að tekur tillit til aflagagna og sem er það sem við erum að skoða sýn úr afla og landaðan afla. Og hins vegar þá byggir þetta á stofnmælingum, bæði úr haust og vorrali. En eins og áður sagði þá er ráðgjöfin samkvæmt aflareglunni 203.822 tonn. En ef ekki væri þessu sveiflujöfnu sem er notuð til að dempa sveiflu milli ára sem kemur með þessu meðaltali þá væri ráðgjöfin 194.429 tonn sem væri 9% lækkun. Nú, hvernig er stofnmatið að fylgja þeim gögnum sem við eigum? Hérna er ein mælikvarði á því. Hér sjáum við vísitölur úr haust og vorrali sem sýndar hér með punktum. Og svo er stofnmatsins sýnt á þessum vísitölum sýnt hér sem heila línur. Stórt séð sjáum við að stofnmatið fylgir litningagnanna. Það er þó eitthvað frávik, sérstaklega núna sáum við í vor að vísitalan er lægri heldur en stofnmatið myndi búast við. Við hefur séð svona frávik áður, samanber 2021 mælinguna sem var töluvert lægri heldur en aðliggjandi mælingar. Þannig að við getum svo sem túlkað sumt af þessu sem bara útlaga í dreifingunni, en þetta er þó eitthvað sem er vert að fylgjast með og sjá hvernig niðurstöðunum verður í haustalinu núna, í haust. Annar mælikvarði á því hvernig stofnmatslíkön er að hegða sér, þá er samræmi milli ára. Og hérna sjáum við mælikvarða á því, á myndinni hérna hægra megin. Þar sjáum við stofnmat í ár sem túlkað er sýnt hérna með rauðum línum og svo erum við með stofnmat fyrri ára sýnt hérna með svörtum línum. Og í stórum dráttum þá sjáum við að veiðihlutfallið og nýliðunin er mjög stöðug. Við sjáum að mat okkar á 30 ára fiski í fyrra er bara nokkurn veginn það sama í ár og það var í fyrra. En við sjáum og sama má segja veiðihlutfallið, en við sjáum þó að það stofnmatið hefur svolítið verið að hækka sig í matinn sínu á stað hrygningarstofns og viðmiðunarstofns. Og ástæðuna má einna helst rekja til þess að við sáum talsverða aukningu í kringum 2021 í 6 ára fiski og sem hélt svo áfram árunum þar á eftir. Og þetta er mjög líklega 2015 árgangurinn sem er að ganga frá Grænlandi. Þannig að já, þá mátum við þetta sérstaklega inn í líkanið og teljum að þetta hjálpi til við stöðuleikann á líkaninu. Nú, en hvað er það sem hefur verið að valda þessari lækkun? Þá er gott að skoða þessa mynd. Eins og ég sagði áðan, þá teljum við að stóra hluta af lækkuninni sé vegna ástands eða meðalþyngda eftir aldri. Og hérna efri myndin sýnir meðalþyngdir eftir aldri, eftir árum og aldri. Það sem súlunar hérna lituðu súlunar hérna sýna frávik frá meðalþyngd og litinni tákna sem sé árganga. Og svo hérna neðri myndin sýnir meðal magafylli þorsks úr vorrali og grái liturinn hérna, hann sýnir hlutfall loðnu í mögum á þessum tímapunkti. Og við sjáum seinustu 2 til 3 árin höfum við að sjá umtalsverða lækkun í meðalþyngdum í helstu aldurshópum. Þetta er í því lægsta sem við séð í sumum þessum aldurshópum. Og ástæðuna teljum við vera sú að vera skort á loðnu á vetrartímum, þess að seinustu 2 árin. Því að þegar við skoðum vetrar og sumarvöxtinn milli hausts og vorrals, þá sjáum við að það er ágætis sumarvöxtur,
en vetrarvöxturinn talsvert minni þessi eins og 2 árin heldur saman árin þar undan. Þannig að við teljum mjög líklegt að þetta sé vegna þess að loðnan hefur verið léleg eða minni seinustu árin heldur en árin þar undan og þorskurinn ekki getur komist eins í það fæði. Nú ef við horfum aðeins fram í tíman, þá hérna á efri myndinni sjáum við metin árgangastyrk við 3 ára aldur og það sem ljósusúlunar hérna lengst til hægri sýna sem sé mat okkar á 2004 og 2005 árgangnum, þessi fyrsta matið. Það kannski að mest áberandi hér að hérna, þessi nýjasta árgangur sem nú kom inn, sem þessi 2001 árgangur, að hann umtalsvert lægri í bæði lífmassa og í fjölda heldur en meðal árgangur. Afsakið, ég reyndi að útskýra þessar súlur hérna, dökku súlunar sýna sem sé stöðuna í viðmiðunarstofninu eins og hann ár, það sé lífmassa hvers árgangs í viðmiðunarstofni, meðan ljósbláu súlunar sýna hér meðal ástandið í síðustu 10 ára. En það er kannski annað sem áhugavert sem þessi 2019 árgangur sem var mjög stór í fjölda. En það sjáum við kannski áhrifin af þessum lækkuðum meðalþyngdum að hann undir meðalagi í lífmassa. Ef að lífmassin væri í kringum, væri svo svipaður, ef meðalþyngdina væri svipaður það hefði verið, þá væri hann mjög líklega í kringum 25% stærri. Nú, þannig að það nokkuð ljóst að þessir árgangar eru tiltölulega hægvaxta og hérna, þannig að við þurfum og ástæðan mjög líklega vegna þess að loðnan hefur ekki gengið í sama mæli til Íslands eins og hún hefur gert. Þannig að við gerum ráð fyrir að meðan þessar árgangar eru að gangi í gegnum viðmiðunarstofninn, þá verði stofnstærðin lægri heldur en meðalári. En allavega þá komið að hérna kannski aðeins jákvæðari fréttum, það ýsan og við erum þar með ráðgjöf samt 9 færri aflareglu sem að Pamela var að kynna hérna áðan, 78.918 tonn sem 3% hækkun. Og við sjáum þar að viðmiðunarstofninn hefur aldrei verið metin hærri og ástæðan má rekja til einhvern tveggja þátta. Það er annars vegar mjög góðar nýliðunar frá 2019 til 2001 og þó ekki eins góð eins og 2003 árgangurinn. Og líka vegna lækkaðar sóknar í kjölfarið af innleiðingu aflareglunar 2014. Við sjáum þó að árgangarnir þar á eftir, frá eftir 2021, eru ekkert sérstaklega góðir, þannig að við búumst ekkert við neinum rosalegri aukningu á stofnunum úr því sem komið en við höldum allan að á næsta ári þá halda hann áfram að vera hár. Svo kemur ufsanum, það ráðgjöf samt aflareglu 59.510 tonn sem 11% lækkun. Ástæðan fyrir þessa lækkun má einna helst rekja til breytingar á aflareglu sem var kynnt hérna áðan. En ástandið ástand stofnsins þó metið nokkuð gott, þó mikil óvissa í mati og stofnstærð. En veiðiálagi hefur verið svona í það hæsta miðað við það sem við erum að meta núna. En þó undir varúðarmörkum seinustu ár. En það kannski vekjur athygli hjá okkur og svona heilabrotum að af hverju það að tæplega helmingur aflaheimilda nú til fiskás hafa verið nýttar. Og við sjáum líka að aflasóknarnýtingu hefur fallið talsvert frá 2019 og sambærileg við það sem var 2013. En þetta en aflögu sóknarnýtingu og stoppvísitölur hjá okkur hafa verið nokkuð svipaðar. Næst kemur að gullkarfanum. Þar ráðgjöf samkvæmt aflareglu 41.345 tonn. Fyrir glös hérna. Og það sem 12% lækkun. Stærri nýtingastofnsins sem náði sem sé hámarki í kringum 2016 eftir bæði góða nýliðun og samdrátt í veiðum. En það sem við sjáum að nýliðun hefur verið léleg eftir 2007, þá hefur stofnmenn gefið eftir.
og afgangarnir frá 2000 til 2007 eru eiginlega uppistæðan í veiðunum og hafa verið það í honum tíma. Við samt svo voru næsti að við erum að sjá aukningu í vísitölum lítils gullkarfa og þannig að við vonumst til þess að þetta slæma nýliðunartímabils því sé að fara að ljúka. Og kannski vert að minnast á það líka að við erum með samkomulag við grænlensk stjórnvöld skiptingu aflamarks og það er sá hlutur 89%. Næst kemur djúpkarfinn. Það er ráðgjöfin sem fer í 0 tonn. Raunum verið mjög lítið annað að segja. Þetta eru sömu niðurstöður og við höfum verið að sjá. Það eru engar vísbendingur nýliðun. Stærð hrygningarstofnsins hefur verið metin undir varúðarmörkum í talsverðan tíma en veiðiálagið hefur á skiljanlegum ástæðum dregið saman en eftir að aflamarkið var gefið út núna áramót þá hefur veiðiálagið þó aðeins aukist og aflinn á yfirstandandi fiskveiðiári 3.200 tonn. Nú að grálúðinni. Það er ráðgjöf 20.000 ráðlegt aflamark 20.992 tonn sem er 17% hækkun. Hækkunina má rekja til þess að stofnstærðin hefur verið að aukast í kjölfarið á góðri nýliðun. En athugið það að við talum heildarstofnstærð en hrygningarstofninn sem er samstendur af hrygnum sem er 60 cm og stærri er töluvert eldri fiskur þannig að við gerum ráð fyrir því að þessi aukna stofnstærð muni leiða til þess að hrygningarstofninn fari núna vaxandi. En hrygningarstofninn hefur nú verið til þess að gera lágur upp á síkastið. Vert er þá líka áfram að minnast að það er óvissun stofngerð. Við teljum mjög líklegt að fiskur sem veiðist hér við land sé komið frá fleiri heldur en einni stofneiningu. Þá sérstaklega horfið til Barentshafsins í því samhengi. En við erum líka, eins og með gulllaxinu, þá erum við með samkomulag við Grænland skiptingu heildaraflamarks og þar fær Ísland 56,4%. Nú, svo að sumargotssíldinni, þetta er örugglega hástökkarinn hjá okkur, þar er ráðgjöf aflamarki 103.367 tonn sem er aukning með 27%. En stofnstærðin fer núna lækkandi eftir að stóru árgangarnir frá 2017 til 2019 eru núna fullu gengnir inn í viðmiðunarstofninn en vegna vandræða sem við höfum átt við að stríða sem 2 ár með stofnmælingar þá hækkar ráðgjöfin vegna endurmats á stofnmatinu. Vandræðin sem ég vísa hérna í eru annars vegar í fyrra þá náði stofnmælingin ekki að dekka allan stofninn. En í ár þá náðum við að bergmálsmæla stofninn mjög vel en náðum ekki eins góðum sínu vegna bílana í skipum hjá okkur. Þannig að það er smá óvissa í þessum mati en einhver síður þá teljum við að stofnstærðin sé svona tiltölulega stór, mjög stór. Svo hérna komið loðnan, við gefum út núna í vor ráðgjöf uppboðsaflamark sem þá 46.384 tonn sem er 440% aukning frá ekki sérstaklega stóri vertíð. Þess við þó að gæta að þetta er uppboðsaflamark en við munum uppfæra þessa ráðgjöf þegar að lokinni haustmælingu. Og áður en að vertíðin hefst. Og væntanlega verður líka gefin út lokaráðgjöf í kjölfari af vetrarmælingu. Þannig að hérna þá yfirlit yfir helstu tegundir sem er árlega aflamarksráðgjöf. Í stórum dráttum það tegundir sem ég er búinn að fara í gegnum sýndar hérna með stjörnu. En á öðru leyti þá er ráðgjöfin og svipuð róli fyrir aðrar tegundir. Það er kannski fyrir utan kannski helst 2, það er keilan sem að ráðgjöfin eykst þar 26% og svo er það í gulllaxum þar lækkar ráðgjöfin 37%. Og þar erum við með nýtt stofnmat sem ráðgjöfin byggir á.
Við erum svo líka með ráðgjöf annað hvert ár og þetta ár er gefið út uppfæru þessa ráðgjöf. Það er í stórum dráttum þá er aukning í flestum þessum tegundum nema í sandkola og hörpudiski. Og ástæðan fyrir lækkuninni þar er sú að stofnvísitölur eru í báðum þessum tegundum eru með þeim lægstu sem við höfum séð. Svona aðrar upplýsingar þá eins og við áðurum við minnst á, þá byggir ráðgjöfin á uppfærðu aflareglum fyrir ufsa og ýsu. En við líka fórum í uppfærðum stofnmannsaðferðir fyrir blálöngu og gulllax. Eins og ég minntist á áður, þá byggir ráðgjöfin á gulllaxi samkvæmt þessu nýja mati. En ráðgjöf blálöngu mun byggja á uppfærðu stofnmati á næsta ári, þar sem að ráðgjöfin í fyrra gildi 2 ár. Við munum svo komið uppfærða loðnuráðgjöfin eins og ég minntist á þegar lokinni haustmælingu. Við munum svo komið með ráðgjöfum sæbjúgu, innferðarækju í Arnarfirði og Ísafjarðardjúpi og deilistofnana, makríl, síld og kolmunna núna í haust. Og svo munum við væntanlega gefa út ráðgjöf fyrir humar núna áramótin og það er humartalning núna í gangi. Nú að lokum þá getum við sagt að almennt sé ráðgjöfin lægri en fyrir yfirstandandi fiskveiðiár. Ástand þorskstofnsins er gott þrátt fyrir að stofnstærð hafi minnkað, en þar vega þungt í lækkari ráðgjöf þessi lélegri nýliðun og slakur vöxtur á árganganna frá 2019 til 2021. Léleg nýliðun líkiltegunda veldur okkur ennþá áhyggjum. Í gullkarfa má búast við að stofnstærðin dragist saman vegna minni nýliðunar. Sömu segja djúpkarfan og við búumst ekki við því að stofnstærðin nái upp fyrir varúðarmörk á næsta árum, jafnvel þó að mikil nýliðun mælist á næsta ári. Svo líka þá er það loðnan. Loðnan flytur inn umtalsverða næringu frá aðliggjandi hafsvæðum og slakt ástand hennar til lengri tíma hefur neikvæð áhrif á helstu nytjastofna á Íslandi. En það eru þó vísbendingar það að þessu tímabil lélegu nýliðana sé að ljúka. Það er aukning í vísitölum smærri gullkarfa. Við sjáum aukningu í lúðu, blálöngu, skötusel, stórkjöftu og keilu, það er að segja í nýliðuna vísitölum. Og það er þó einhver smá vonum loðnuvertíð á komandi vetri, en sjálfsögðu vitum meira næsta haust. Aukning í vísitölu lúðu undanfarin ár hefur gefið vonur að hreyfingarstofninn sé að taka við sér. En enn er þó lagt til að mikilvægri lúðu skuli sleppt, lífvænlegri lúðu skuli sleppt þar sem að talið er að stofninn sé enn undir varúðarmörkum. Þrátt fyrir samdrátt í löndum afla hlýra er hann enn langt umfram aflamark og vísitala stofnstærðar er við aðgerðamörk, þannig að við höldum áfram að ýta á það að við sleppum öllum hlýra umfram kvóta. Já, takk fyrir og ég vil þakka sérstaklega samstarfsfólki mínu með alla þessa vinnu sem búið að leggja í þetta. Takk fyrir. Takk Bjarki fyrir þessa fínu kynningu. Þú ert ekkert sloppinn. Nei. Ég ætla að bjóða upp á spurningar. Varðandi loðnuna, það fylgniðna, þarf ekki að fara að skoða það sérstaklega að loðnar er að hrygna, það er að límast upp botninn, það er að toga á svæðum sem eru svæði loðnum. Það hefur heyrt sögur af því að það sé að koma trollin og hrognin sé að límast við tókbyrjana og póka á fyrir að vera póka til dæmis eins og Sandgerði og fleiri stöðum og hefur það ekki rosalega mikil áhrif ef að loðnan er að hrygna og hefur verið að róta í svæðinu þarf ekki svolítið að hugsa þessa þætti líka inn í ráðgjöfina er ekki nóg bara að segja við bara við að þetta mikið fiski en það yfir og skemma hrognina hefur það líka
Skulum fá sviðsstjóran yfir uppsjávarsviðið til þess að adressera þessa spurningu. Já, takk. Sko, þetta er náttúrulega margþætt spurning, en það sem að ég vil svona, leggja áherslu á að við erum náttúrulega að veiða þarna fisk sem að éta hrognin. Skulum hafa það líka í huga. Og það hefur ekkert breyst svo sem hvernig við erum að standa að þessu togveiðum. Togveiðarnar hafa verið á þessu blettum. Sumir af þessu blettum er ekkert aðgengilegir fyrir togveiðarfæri. Skulum hafa það líka í huga. Og við höfum fengið stóran árganga bara nýlega. 2019 árgangur var mjög stór. Það var ekkert minni togveiði þá. Þannig en ég segi, togveiðarnar eru að hafa nær engin áhrif á nýliðun í loðnustofnum. Ég fullyrði það. Það er allt aðrir þættir sem að spila stærsta hlutverkið þar. Árni, ég sá ekki hendina. Þú ert svo lítillátur. Já, góðan daginn, ég heiti Árni Sverrisson. Ég ætla að byrja að þakka fyrir góða yfirferð og ykkar hlutverk er svo sem ekki öfundsvert að gefa út ráðgjöf í þessu. Það er svona ákveðin áhyggjuefni sem maður hefur og einkum og síðanlega sker í augum að þrátt fyrir ítrekuð tilmæli okkar hjá félagi skipstjórnar taka meira tillit til fiskifræði sjómannsins. Þá er það ekki gert í þessari, enda kannski ekki ykkar hlutverk, því auðvitað náttúrulega ykkar ráðgjöf á mælingum og aðferðafræðum myndastofnstærði. En það fer ekki tjá því að það fer ekki saman hljóð og mynd varðandi ákveðna stofna og þá nefni ég einkum djúpkarfann. Ég fæ sendar myndir og samtöl við skipstjóra að leki úr karfanum nýliðun og sprautist úr honum og það fer alls ekki þeirra upplifun á miðunum er alls ekki svo að þetta endurspeglist í því að bókinn er núl. Og af þessu höfum við virkilega ráðgjör, en spurning minn er varðandi meðaflann, því að við höfum rætt það við ykkur og yfirvöld líka að grálúðuveiðar og veiðar á gulllax eru ómögulegar öðruvísi heldur en að það veiðist djúpkarfi. Þannig að það er munið þið beina þeim tilmælum til stjórnvalda að það verði heimilega einhvers konar meðafli í djúpkarfa við veiðar á grálúðu. Annað hitt er varðandi ufsann. Það sker í augun að enn á ný er gefin út töluvert mikill kvóti í ufsa. Þrátt fyrir að það er langt liðið á fiskveiði árið og menn hafa ekki náð að veiða ufsann. Og svona upplifun manna af fiskimiðunum ríkjum í landið er svo að ufsinn sé í verulegri hættu. En við vitum að hann er flokkstöfn og mögulega er hann einhvers staðar en ekki, menn ná ekki til hans. En þetta hefur rætt við menn og það er ekki þeirra upplifun að svo sé. Það láta þetta duga í byrni og takka fyrir þetta. Takk fyrir þetta, Árni. Ég horfði nú á karfasérfræðinginn og hann bað mig að svara fyrir djúpkarfann. Já, við munum eiga samtal við stjórnvöldin hvernig best verður komið fyrir að draga eins mikið úr meðafla á djúpkarfa og mögulegt er. Þannig að við náum að halda hrygningarstofninum þannig að nýliðun verði tryggð. Og líkt og þú segir, þetta er önnur upplifun en staðan er svo að þegar við erum með svona langt tímabil af nýliðuna brest, þá er alveg fyrir séð að stofninn mun minnka og hann er kominn niður fyrir þeim mörk sem að ráðlagt er að veiða þess vegna er það okkar ráðgjöf að við tryggjum með öllum mögulegum hætti að við göngum ekki enn frekar á þennan hrygningarstofn sem þó er til
Því að ef hann ekki til, þá alveg tryggt að það verður ekki nýliðun á komandi árum. Og það verkefni okkar sameiginlega. Varðandi Ufsann. Ég ætla bara að leyfa Höskuldi að svara þessum punktum. Ég held að já. Höskuldur Björnsson. Já, varðandi Ufsann, þá þetta alveg rétt að á síðasta almanaksári á síðasta fiskveiðiári þá voru 60% af aflanum tekin af úthlutuðu aflamarki og þetta hefur verið svona síðan 2013-14. Ef við skoðum hins vegar gögn úr stofnmælingum þá erum við alltaf að fá dálítið mikið af eldri ufsa sem bendir til að veiðálaga hafi ekki verið mjög mikið. Þá bara fiskurinn sé frekar að forða sér. Og í ár þá fengum við til dæmis í netaralli mesta magn af ufsa sem við höfum fengið. En eftir sem áður það gengur rosalega illa greinilega við ufsann, og það getur vel verið þar að leiðandi að þetta mat sé ofmat. Það eiginlega ekkert allavega lítur og örugglega þannig út sér frá sjómönnum. Það alveg á hreinu. Já, og þetta ekkert fyrst. Þetta hefur verið að versna undanfarin 2 ár. Þannig að hlutfallið sem tekið hefur verið svona 80-90% af aflamarkinu, en nú það komið niður í 60%. Má svo bæta líka við að þegar aflasóknarningu var hvað hæstur 2019, þá var aflamarkið ekki heldur tekið. Þannig að það eitthvað, ég veit ekki hvað það svo sem, hvað það segir okkur. Aðeins að klára þetta með Ufsann, Bjarki, að því að þú getur líka sagt frá þeim rannsóknum sem við erum að fara að huga að. Já, þetta er eitt sem við ætlum að fara að skoða og við erum í samstarfi ætlum að fara að rannsaka sem sé og merkja Ufsann til að sjá hvað hann er. Og við erum að hefja samstarfi við Færeyinga slíkt, þannig að við ætlum að reyna að sjá hvort að við getum ekki reynt að komast að því hvar hann er. Ég held að þetta sé mikilvæga punktur að reyna að sjá hvar fiskurinn er og svo og hvort það sé eitthvað til í og bara reyna að skilja lífsferil Ufsanns betur. Þessi uppfærsla apareglunni og stofnmatinu er bara eitt skref í þeirri vegferð. Árni. Við sjáum að hættar Ísland. Er það ekki betri skilyrði fyrir karfastofnuna nýliðun? Hvernig vitið að sé ekki nýliðun í karfa? Og djúpkarfa. Allt í lagi. Við vitum að það á sér stað hrygning. Það alveg klárt. Það náttúrulega bara þið sjáu það alveg jafn vel og við. Hins vegar þá sjáum við að það verður ekkert úr þessar hrygningu í gögnum og bara skoðar aldursdreifingar og lengdardreifingar í bæði úr ralli og úr veiðum og sést mjög lítið af smærri fiski. Og þetta gerist líka, við sjáum þetta líka við Grænland og við sjáum þetta líka í úthafskarfa leiðangurinn sem við förum í þar. Þannig að það einhver sameiginlegur umhverfisþáttur sem að virðist stýra lifun karfaseiða. Og við sjáum smærri fisk í rallinu hjá okkur þegar hann er á svæðinu. Við erum að sjá núna minni háttar aukningu í smákarfa sem erum bara, við heyrum sér því að fólk væri í vandræði með að þau hefði aldrei séð svona lítinn karfa í rallinu, allavega sumt af nýliðunum okkar. Og þó þau farið nokkur ár í rallið, þannig að núna erum við að sjá smærri karfa og það væntanlega merkjum það að það sé nýliðun að koma inn og það sé sameiginlegi þáttur sem að stýra þessu og það sé væntanlega að batna ástandið. Hvað var að hitastigi? Jú, það náttúrulega eru breytingar á hita sjávar
En það náttúrulega það eru mismunandi skilyrði á mismunandi stöðum, þannig að þetta er spurning hvernig þetta allt saman smellur saman. Jón Þorbjörnsson spyr á fjarfundi. Það eru 2 ár síðan hægt að skrifa sleppingar í afladagbók. Hafið þið skoðað hvað línuflótinn að sleppa mikið af lúðu? Sleppingar af lúðu. Hver bestur til þess að svara þessari? Komdu hérna, Kristján minn. Ég var nú að reyna að komast hjá því að koma hérna upp og þá bara tala. En jú, við erum með hérna skráningar á lúðu og það tafla í skýrslunni á okkur sleppingar á lúðu úr ýmsum veiðarfærum frá svona 2020. Þannig að já, við birtum þessar upplýsingar. Og ég man nú ekkert hvað tölur við vorum að tala 2000 lúður kannski sem eru sleppt árlega úr þessum 1200. Í fyrra sko, en það hefur eitthvað minnkað. Sko, í upphafi þegar var hvað til þess að vera skráð, það var voðalega lítið skráð. En svo hefur verið aukning á því frá því svona 2020 að skrá slepptum lúðum. En svona fyrir þann tíma það var miklu minni það. Hvort það helgast af minni stofnstærð eða menn voru bara ekkert að skrá þetta, ég veit það almennilega ekki. En varðandi karfann, langar mig aðeins að nefna það að hann mjög viðkvæmur fyrir hitastig. Þannig að ef hitastig að aukast mikið þá færir hann sig. Þannig að hækkandi hitastig hefur öllum líkindum frekar neikvæð áhrif á karfann. Við þurfum að fylgja svolítið vel með því. Það sést líka bara útbreiðslu hjá okkur að hann hefur færst miklu meira norðvestar. Og þið þekkið það líka í ykkar veiðum. Og þá ég tala gullkarfann. Það eru komnar hendur á loft, fullt af höndum. Mér langaði bara aðeins að bæta við út af lúðunni. Af því að við erum að sjá viðsnúning. Við gerum okkur hins vegar líka grein fyrir því að okkur vantar mat á hrygningarstofninn. Það er að segja mælingar á honum og það er eitt af því sem við höfum verið að ræða undanförnu hvernig við getum tekið á því og við munum gera það sem við getum til þess að reyna að finna leiðir til þess annarkvort með okkar skipum eða í samstarfi. Það voru 3 hendur alveg á 0-1 sama tíma. Ég ætla að hleypa Erni fyrst. Já, ég ætla aðeins að halda áfram í samtöðu lúðuna. Afling, hvernig þróun á aflanum? Það sést hérna á þessari mynd. Við sjáum að aflinn hefur verið farið bara hægt og stígandi upp á við eftir að bannið var sett á. Síðan önnur spurning í sambandi við Uppsal að þú að veiða þetta í 17. Það eitthvað rætt það að engar hömlur á veiðundum í net og fæði. Ekki að það til við stjórnandi. Ég get svarað þessu. Við ráðleggjum stjórnvöldum hámarksafla. Hér hefur komið fram, hugsanlega erum við ekki með, og við vitum að við erum ekki með fullkomin gögn í höndunum. Það er hins vegar stjórnvalda að ákveða hvernig þau fylgja því markmiði að vera innan við það aflamark sem við erum að ráðleggja. Við sjáum náttúrulega, það er loðnan sem náttúrulega kannski skýrir þetta dæmið.
Við sjáum að líka að það á sama tíma stór árgangur að koma inn í Ísu og uppeldisslóðin mér skilst mörg leyti svo sama, þannig að það geti verið eitthvað samkeppni þarna á milli, en við teljum að þetta samt ætti ekki að útskýra eða skýra lækkaði meðalþyngdir árgangana eftir því sem við verðum eldri. Þannig að ég held að í stórum dráttum þá sé þetta loðnan svona svona besta vísbendingin hingað til. Ég vil náttúrulega Við sjáum náttúrulega töluverðar breytingar eftir bara tímabilum, hvenær eftir tíma árs, hvenær hann að borða. Við erum með vöktun höfum verið með vöktun í gangi úr aflasýnum þar sem við erum að skoða magainnihald eftir yfir árið. Og við sjáum að það er mjög, og Jónas sýndi það á myndinni sinni fyrir í dag, að hversu mikið breytileiki það ég myndi að segja að þorskurinn sé alæta, ef hann kemst í fóður þá borðar hann það sem og það alls konar, við finnum alls konar hluti í mögunum á þorski. Það Jón, þú kannski ert með gott svar á þessu. Með sjálfsáti. Við sjáum ekki neina breytingar alltaf sjálfur í gangi. Þú segir við sjáum ekki breytingar í því hlutfalli. Nei, það frekar lágt, sko. Það 1% af fæðu þorsksins já, við sjáum ekki 8%. Vísa SFS fyrir 2 árum síðan þá ráðgjöfin 62 og þú sagðir þá en því megin búast lækkun á næstu árum þegar hann lækkar núna bara hægt að á svoleiðis spá fyrir fleiri stað hvernig þetta verður út af því að það sem skiptir máli fyrir fyrirtæki náttúrulega stöðugleiki og svo bara varðandi sumargotssíldina 24% upp. Ykkur teikn á lofti þá að það eigi eftir að lækka? Varðandi fyrirspurninguna þá ástæðan fyrir ég sýndi þessa mynd á sínum tíma var sú að við sáum og erum enn að sjá það eru bara örfáar árgangar sem frá 2007 sem er uppistæðan í veiðunum, þannig að taldum við vera til þess að gera örugga með þá spá. Og það hægt að fá svo hægt að fá slíka spá fyrir aðra tegund og við sýnum oft kannski spá 1 eða 2 ára áfram í tænskilsólum okkar, en það þá að gefnum þeim forsendum að hver nýliðunin verður og eftir sem að fleiri aldurshópar eru í stofninum, þeim mun auðveldara verður svo spá, að mun ákvæmari verður svo spá. Til dæmis, þú myndir alltaf ekki koma með slíka spá fyrir loðnu. Hvað varðar síldina, þá ætla ég bara að vísa þessu á sérfræðingana, hvort Sigurður, vilt þú svara þessu sérstaklega eða Guðmundur? Já, eða tala hærra, Sigurður minn. Eins og við sjáum hérna, þá nýliðurinn. Þá þessi 3 árgangar sem verður upp í staðan. En þið sjáu síðan að eins og með karfan, að þá eru þessar upplýsingar nýliðun sem nýjustu árgangar talsvert lægri. Og það að leiðandi, þá framtíðarspáin þannig að stofninn mun fara lækkandi. En í síldinni og öðrum tegundum þá upplýsingar nýliðun frekar slæm. Við höfum litlar upplýsingar. Þannig að það alltaf ákveðin óvissa í kringum þessar framtíðarspár og þess vegna erfitt að gefa einhver konkrét svör hvernig næstu ár verða. En það já.
Nákvæmlega það sem ég ætlaði að segja, við höfum ekki farið í mælingar á ungsild núna frá 2017 eða svo og þar að leiðandi hefur verið miklu meira flögt á ráðgjöfinni þar heldur en við hefðum viljað því að upplýsingarnar, við náum ekki upplýsingum á yngri síldinni, við erum að snúa því við og erum að hefja aftur mælingar á ungsíld í fjörðum vestan og norðanlands frá og með árinu í ár. Þannig að vonandi náum við þá að byggja upp röð mælinga sem að hjálpa okkur að halda meiri stöðuleika á milli ára í ráðgjöfinni þarna. Árni. Í framhaldi af þessu með þetta gríðarlega mikilvægt að við séum ekki að ofnýta fiskistofna annars vegar og vannýta þá hins vegar. Þá velti fyrir mér varðandi Ufsann. Það er mikil sókn í smáufsa. Það verður eðlilega aldrei stórufsi, af því hann veitur smá. Ja, og þetta með að það sé mögulegt að veiða í net, að verið góð veiði í netarallinu, þá veltir maður fyrir sér hvort það þarf ekki eitthvað að gera í þessu til að það eins og ég segi, upplifun manna, það sé ekki jafn mikið hlausi á ferðinni eins og áður. Þannig að þetta er mjög afdrifarík ákvörðun að gefa út svona mikinn kvóta ef að stofninn ekki nægilega stór. Varðandi djúpkarfann, þá velti ég fyrir mér þessari upplifun manna að þar séu við hreinlega að vannýta stofninn. Það sé stærri heldur en að rannsóknir okkar gefa til kynna. Þá velti ég fyrir mér að það er mikið af mönnum sem að treysta ekki kannski þessu stofnmati eða rallinu og því. Þá velti ég fyrir mér hvort það sé einhver möguleiki á einhver annarri aðferðafræði til þess að vegna þess að það eru stór svæði, djúpkarfasvæði, Rósagarðurinn og víðar veiðisvæði sem eru gjörsamlega friðuð og ekki farið á vegna þess að það er engin bein sókn í þennan fisk. Mögulega hann til, en við vitum það ekki vegna þess að það er ekki rannsakað. Við förum inn á Rósagarðinn í okkar haustralli. Ég er ekki með í kollinu hvernig djúpkarfinn lítur þar út, en við erum það svæði og suðurströndin þar sem að djúpkarfi var veiddur hér áður fyrr. Það er partur af verkefni haustralsins sem var sérstaklega hannað fyrir djúpkarfa og grálúðu á sínu tíma 96. Þannig að við erum að dekka þau svæði þar sem veiðin fór fram, en þrátt fyrir það er okkar mat á stofninum sem tekur þá tillit til þeirra svæða líka. Á þess að ég sé með nákvæmlega niðurstöðurnar fyrir suður- og austursvæðið, þá er allt sem að bendir til þess að það sé mjög lélegt þar og að djúpkarfinn, eins og Kristján var að nefna hérna áðan, viðkvæmur fyrir eða karfategundir viðkvæmar fyrir breytingum á hita, að það sé líka þá þessi flutningur eins og þið sjáið í gullkarfanum. Það væri möguleiki á veiðiferð fiskiskips, reyns skipstjóra, að fara þess að gulltryggja að við séum ekki að vannýta stofninn. Það er ein spurning sem ég langar líka til þess að finna, vegna þess að það kemur alltaf upp í umræðuna annars slagið að við séum ekki að við eigum að veiða meira vegna þess að til dæmis þorskstofninn að léttast, en það kom fram í glæru hjá Jónasi að það eru einhverjar vísindalegar rannsóknir til það að veiða meira þess að skili ekki þeim árangri að stofnstækka. Já, þetta er kannski bara komment, en þetta er nákvæmlega það sem Jónas var að sýna okkur með þeim tilraunum sem hafa verið gerðar í Norðursjó, Færeyjar, Skotlandi og svo framvegis. Já, Árni, varðandi til dæmis samanburð á þorski og djúpkarfa, að þú trúir ekki stofnmatinu okkar í djúpkarfi en þú trúir stofnmatinu í þorski og segir að það megi ekki veiða meira. Það hefur komið fram í umræður. En með djúpkarfan að það er rosalega tilfærsla á stærð fiska til hægri og aldri. Við erum ekki að sjá þennan litla fisk, yngri fiskin. Þannig að þetta bendir til þess að það er engin nýliðun og þess vegna höfum við áhyggjur af því. Og þetta sést á þessari mynd þarna, að stofninn er á niðurleið.
þegar við hönnuðum þetta rall á sinn tíma, þá var tekið tillit til og stöðvarnar settar út frá veiðum fiskiskipa. Og þær veiðar hafa ekkert breyst. En þið verða að horfa svolítið á lengdar og stærð og aldursdreifinguna á fiskunum, að hann hefur breyst og það er engin nýliðun inn í stofninn. Og þar að leiðandi, ef þú ert að veiða alltaf þennan fisk, þá minnkar stofninn. En stofnunin að gefa út ufsakvóta ár eftir ár án þess að það sé nægileg vissa fyrir því að stofninn sé þetta stór, en það ekki gert í Djúpá. Jú. Sko, við vitum að það er töluverð óvissa í ufsa, en það sem við vitum hins vegar, byggt á þeim gögnum sem við höfum, bæði sem við sjáum út frá aflasorpsnáningu og þeir sem við sjáum út frá netarallinu og haustrallinu, er að stofnstærðin er ekki undir varúðamörkum. Það sem hún minnist á síðan í framhaldinu að það sé smáufsi sem þeir að veiða, þá vil ég beina þér til ykkar sérstaklega og ég bara vona að það út í Fiskistofu að fylgja sérstaklega með því að við viljum alls ekki að við séum að fara í smáfiskadráp, smáfiskaveiði. Þannig að það er ágætt þá að þetta sé tilkynnt til Fiskistofu og þessi svæði séu þá friði í stuttastund meðan að það sé verið að meðan að þess að tryggja það að við séum ekki að liggja í smáfiski. Spurningum, er hægt að ofveiða djúpkarfa botnvörn? Já, svarið er stutt, já. Hann er meira og minna upp í sjó. Það þú þekkir nú dægursveiflurnar væntanlega sjálfur í því. Er hægt að ofveiða hann í botnvörn? Já, svarið er já. Ég held ekki. Varðandi ufsa, það er kannski ágætt að koma fram því að grunnið í kringum Melby, og það er Reykjanesvíkurinn sem er aðaluppveldisstöð ufsans, að við erum að sjá það sem hefur verið að stunda mikið veiðar á stórufsa á færi, að bogarnir eru að fara yfir til dæmis þessu Eldbergsvinni og við förum ekki þangað út af því að það er bara svona ufsa. Við myndum fyrir okkur á því að þessi svæði þeim hafa ekki verið lokað hérna. Það er jafnvel ekki að loka eitthvað fyrir okkur, fyrir 20 metrana í kringum Eldey, frá lokaði, því að við þurfum alltaf að sækja lengra og lengra því að við erum að sjá að það er verið að fara yfir þessi svæði og við sjáum þetta bara breytinguna, þannig á æti, á mælunum okkar. Ég er með fjölgeislana, ég er sent ykkur kortin en ég er með fólk af mér og sko, einmitt ekki að nefna einhver skip, en það er búið að vera að koma landanir af þessu svæði þar sem eru að landa mikið öðruvísvössa. Líka eins og fyrir þann langagrunni, þar er alltaf verið að tóa smáfiskur og við höfum einmitt fyrir okkur á því að þetta sé ekki stoppa. Við erum samt alveg að sjá til þess að stóra ufsan, hann er miklu meira upp á tindunum og í köntunum á svona klettum hólum. Þannig að það er kannski ekki skrítið að veiðist neina á honum þegar þeir náttúrulega bara staðið að vera æti. En svona einmitt þetta með ufsan, ég er bara hrósi ykkur að þannig fyrir það að vera að skoða það hugmynd að loka svæðinu. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt einmitt akkurat varðandi þetta. Takk. Og bara þessi umræða hérna varðandi ufsan, hún í grunninn kallar á sérstaka umræðu. Það er búið að nefna Fiskistofu varðandi mælingar. Við veitum auðvitað tregðu manna til að fara í smáufsa ef þeir eru með eftirlitsmann um borð. Það er nú eitt. Þannig að þetta er sameiginlegt verkefni. Þetta er ekki eingöngu verkefni Hafrannsóknastofnunar að verjast því að undirmálsfiskur sé í raun tekinn. Það er verkefni okkar allra og við þurfum að vinna að því saman. Því að við mælum alls ekki með smáfiskadrápi og mælum gegn því. Þannig að þetta verður að vera bara sérumræða. Höldum áfram með hana.
Guðlaugur. Ekki bara málið það að Stórussi svona, hann sprettharður og syndir hrætt að þeir ná honum ekkert í trófið. Er það ekki bara vandamál? Hann ætti nú að sjást að mæli, en eins og við komum inn á áðan, þá þetta rannsóknarspurning af hverju þetta er. Við höfum verið að ræða hvað við getum gert. Það búið að nefna sameiginlega vinnu og merkingar með Færeyingum, það til þess að svara spurningunni hvort að það sé miklu meira flakka á honum og hann sé bara utan okkar svæðis og ótal spurningar sem vakna. En þetta er verkefni að reyna að skilja þetta betur. Gott að vita. Nú það er farið að fækka höndum á lofti. Þannig að ég held að þetta sé nú líka bara orðið að verða gott. Þetta er búið að vera fín umræða og takk fyrir það. Og takk fyrir þeir sem mættu hér og þeir sem eru á vefnum. Við höfum sagt áður og segjum enn að fyrir þá sem að hafa áhuga á frekari kynningum, þá er ég sérstaklega að beina orðunum til samtaka sjómanna og annara samtaka, þá erum við ávallt tilbúin og reiðubúin til þess að koma og ræða sérstök málefni. Við höfum sett þetta upp með þeim hætti að við erum með kynninguna núna og tökum ekki slíka fundir þá fyrir en í næstu viku, einfaldlega svo þannig að þeir sem að vilja fá frekari kynningar eru þá búin að kynna sér þau skjöl sem er á bakvið og við getum farið betur ofan í ákveðin mál. Og við erum ennþá og bjóðum upp á það. En með þessum orðum langar mig að þakka öllum þeim sem hafa komið hingað og öllum því góða fólki sem hefur unnið alla þessa ráðgjöf fyrir sína vinnu og segi fundi slitið. Takk.